Hérna erum við með námskeið þar sem við erum að þjálfa starfsfólk til að það vinni eftir ákveðnu vinnulagi til þess að tryggja öryggi sjúklinga og starfsfólks inn á geðdeildum þegar það kom upp atvik þar sem við þurfum að tryggja líkamlegt öryggi fólks. Varðanteymið samanstendur af 4 aðilum hverju sinni sem vinna á geðsviðinu og það starfar eftir ákveðnu verklagi og bregst við þegar einhver hætta er á ofbeldi inn á deildum. Við erum með námskeið fyrir nýtt starfsfólk sem við höldum 3 ári, þannig að við getum tekið við nýju starfsfólki bæði á haustin og vorin og svo fyrir sumar starfsfólk eða starfsfólk sem er að byrja á sumri til. Og síðan erum við með upprifin reglulega þar sem starfsfólk sem er að vinna á geðsviði kemur á að koma á 1 árs fresti til þess að halda sig við og þannig að allir sé að vinna eftir sama verklagi sem er viðurkennt og er notað á geðdeildum í Evrópu og við fylgjum alþjóðlegum stöðlum. Varnarteymi eru þetta bara nauðsynlegt til að tryggja öryggi allra starfsmanna, allar sjúklinga, samsjúklinga, aðstandanda, allar sem koma inn á geðdeild. Við viljum draga úr allri spennu eða hættu á að eitthvað gerist. Við viljum koma í veg fyrir að eitthvað gerist. Þannig að varnarteymi kemur og notar orðin sín og notar sig og samskiptin sín til þess að draga úr mögulegri hættu. Þá tölum við sjúklinginn eftir atvikið og við gefum tækifæri á að ræða sína upplifun af atvikinu og bara validera það að þetta sé eitthvað sem hafi verið töluvert inngrip inn í líf þessa einstaklings og við viljum gefa einstaklingum tækifæri á að ræða þetta. Þú getur verið hættulegur sjálf við þér og þá þarf stundum varnarteymi að grípa inn til að tryggja öryggi sjúklingsins þannig að sjúklingurinn gerir sjálfum sér ekkert. Varnarteymi kemur líka og tryggir auðvitað umhverfið aðra samsjúklinga á deildinni eða aðstandendur. Fyrsta viðbragð við spennu eða óróleika sem myndast inn á geðdeildum á alltaf að vera að róa með orðum. Þá er gott þegar spenna eykst að það sé hægt að kalla til varnarteymis sem metur stöðuna, tekur út öryggisráðstafanir og athugar umhverfið og róar síðan með orðunum. Það er fyrst og fremst hlutverk varnarteymisins að það komi með virðingu, fagmennsku, byggja upp þetta traust hjá sjúklingnum og dragi úr að frekari spenna verði.